Góðan blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og er samnæðarprestur í Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia, þar sem við tökumst á við spurningar hvað var að kristan trú, og spurningin sem við erum að díla við í dag er: af hverju velja kristnir hverju á að fylgja í hvaða reglum á að fylgja í Gamla testamentinu og hvaða reglum á ekki að fylgja í Gamla testamentinu. Og það sem hefur hjálpað mér mjög er hvernig guðfræðingar hefur tekist á við þetta gegnum tíðina þegar flokkað lög Gamla testamentsins niður í 3 flokka. Í fyrsta skipti þá er það réttarkerfi gyðinga og það er flokkur varðandi lög hvað eru glæpir og hvernig er refsing á glæpum. Svo er annað sem er viðhafnarkerfi gyðinga, það er að segja fórnir, musterið, hvernig átt að haga sér í musterinu og svo framvegis, og svo er það siðferðiskerfi eða lögmál gyðinga. Þannig að þessum 3 flokkum er aðeins 1 flokkur sem við tilheyrum og fylgjum í dag, og það er siðferðislögmál gyðinga. Það er að segja við erum ekki lengur að fórna kindum, við erum ekki lengur að fara inn í musteri, við erum að allt það var að benda á Krist, eins og við sjáum. Þú veist, þegar Kristus sjálfur talar við lærisveina sinna, þá talar hann hvernig allir spámennir og Gamla testamentið bendir til á sig, og auðvitað erum við Gamla testamentið og Nýja testamentið bendir til þess að við séum undir 2 sáttmálum. Það er Gamli sáttmálinn og það er Nýji sáttmálinn. Gamli sáttmálinn var að benda á Krist og Nýji sáttmálinn er eftir Krist, þegar hann er búinn að uppfylla sáttmálinn og við lifum samkvæmt því. Þannig að við sjáum til dæmis í Gamla testamentinu sjálfu að tilgangur viðhafnarlögmálsins, það er að segja hvernig þeir átt að haga sér í musturinu og með fórnir og annað slíkt, voru ekkert endilega til þess að réttlæta mannskapinn, að það var til þess að benda á Jesú Krist. Ef við förum til dæmis í Jesaja 1. kafla, í 11. versi segir hann: hvað varða mig ykkar mörgu sláturfórnir, spyr drottinn. Ég hef fengið of mikið af brennufórnum hrúta og feiti alikálfa, í blóð úr nautum, lömbum og geitum, og langar mig ekki. Þegar þið komið til að líta augliti mitt, hver hefur þá beðið ykkur að traðka forgarða mína? Og þetta er interesting, út af því Guð er búinn að skipa þeim að gera þessa hluti, og hann er að segja: mér langar ekki í þessa hluti, út af því þau fatti ekki punktinn á bak við þetta. Að þetta er til að benda á Krist, og svo fer hann í að segja að þið eigið, ef við lesum í versi 16: þvoið ykkur, hreinsið ykkur, fjarlægið illverki ykkur frá augum mínum, hættið að gera illt, lærið að gera gott, leitið réttarins, hjálpið hennum kúaða, rekið réttar munaðarleysingjans, verjið mál ekkjunar. Þannig að þetta lögmál, það er að segja þetta viðhafnarlögmál, var að benda á eitthvað meira heldur en bara þetta. Við sjáum líka að réttarlögmál gyðinga eru augljóslega ekki virt í dag, út af því að okkur er bent til dæmis í Rómarbréfi 13. kafla, en líka henni í Pétursbréfi 2. kafla, ef við förum í vers 13: verið drotti vegna hlýðin allra mannlegri skipan, bæði keisara, hinum æðsta, og landshöfðingjum sem hann sendir til að refsa illgjörðamönnum og til að hrósa þeim er breyta vel. Þannig að það er að segja, við erum ekki lengur ein þjóð, Guðs fólk er ekki ein þjóð Ísrael, heldur er Ísrael nú í öllum þjóðum, kirkja Guðs í öllum þjóðum. Þannig að auðvitað er þá réttarkerfið ekki lengur til staðar, en siðferðislögmálið er ennþá til staðar. Það bendir okkur á að við þurfum á frelsara að halda, og auðvitað siðferðislögmálið er ekki til staðar þannig að ég geti réttlætt mig með því að segja ég er fullkomin manneskja, ég náði að halda þessu fullkomlega, heldur sýna mér þörf mín á frelsara. Og þegar ég horfi á fagnaðarerindi og keyrður áfram af fagnaðarerindi og ást Guðs til mín, að þá leitast ég eftir að elska Guð og elska menn, og það er lögmálið sem Krist hefur gefið okkur. Þannig að það er ástæðan fyrir því að við horfum mismundi á mismundi lög í Gamla testamentinu, út af því að Kristur hefur uppfyllt viðhafnarlögmálið. Það var allt þess að benda á Jesú Krist. Hann var lambið sem kom og var slátrað fyrir okkar syndir, og sama með ríkislögmál gyðinga er ekki virt í dag, út af því að kirkjan er í mismundi þjóðum, og okkur er sagt að gefa okkur undir það vald sem er í hverri þjóð fyrir sig. Þannig að eftir stendur siðferðislögmálið, og við leitumst eftir því að elska Guð og elska menn, og þannig uppfyllum við allt siðferðislögmálið. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo, og við einnig senda okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meir kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk, og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.